alltaf haft mikinn áhuga á upplýsingafræði og oft búin að skoða á netinu einmitt þetta nám, MLIS-námi sem meistaranám byggt ofan á BS eða BA gráður og fannst það ofboðslega áhugavert. Mér fannst eiginlega svona námskeiðin bara meiri skemmtun heldur en nám. Ég með BS gráði í röntgenhjúkrunarfræði frá Karolinska Institútinu í Stokkhólmi og starfaði það í 10 ár. Já, ég með BA-próf í bókasafns- og upplýsingafræði, ákveð síðan að bæta við mig meistaraprófi og byrja í fjarnámi og býð þá í Bretlandi, tek prófin í London og held síðan áfram í staðnámi eftir ég kem heim í mars 2010. Fyrst þegar ég las lýsingarnar á náminu þá fannst mér þetta jafnvel virka svolítið þurrt. En svo þegar ég byrjaði og komst aðeins inn í fræðin þá kom þetta alveg rosalega skemmtilega óvart og þetta var bara svo lifandi og skemmtilegt og kennararnir eru alveg frábærir. Það vel haldið utan um þig, þú getur alltaf leita til kennarana ef þú hefur einhverjar spurningar. Það sem hefur nýst mér best í náminu í raun öll fögin en þó helst skjalastjórnunin. En það einmitt valfæði sem ég tók, eða kjörsviði sem ég tók. Námið mjög fjölbreytt. Þetta sem sagt bæði hagnýtt og fræðilegt. Við fáum sem sagt til dæmis grunn í vefstjórnun og þar förum við yfir í til dæmis HTML og lærum í rauninni helst að miðla þekkingunni, miðla efninu áfram þannig að nýtist sem flestum. Það sem vakti áhuga minn á meistaranáminu var þessi fjölbreytileiki, að geta valið úr öðrum deildum til að styrkja mig sem þessi fræðingur og ég valdi bæði mannustjórnun og breytingastjórnun, þar sem breytingastjórnun kemur mjög sterk inn í okkar fag, þar sem við erum að takast á við breytingar í innleiðingu á rafrænu skjalastjórnunarkerfum og ég byggði ritgerðina á breytingastjórnum, hlutverki skjalastjóra í breytingaferli við innleiðingu á rafrænu skjalastjórnunarkerfi. Já, masterverkefnið mitt var sem sagt kallaðist ólulegt niðurhal og fjallaði í rauninni upplýsingahegðun fólks sem að notar torrentsíður og jafningjanet til þess að nálgast afþreyingar efni. Ég valdi bókasafns- og upplýsingafræði fyrst sem BA-nám og síðan mastersnám í upplýsingafræði vegna þess að ég elska bókasöfn og mér líður vel þar. En fyrst og fremst ég hef áhuga og gríðarlegan áhuga allir sem tengist upplýsingum. Opinn aðgangur að upplýsingum, frelsi til upplýsinga, réttur einstaklingsins til þess að nálgast þær upplýsingar sem hann kýs að vill fá aðgang að og vill fá að skoða. Í starfinu sinni ég mjög fjölbreyttum þáttum. Þar á meðal sinni ég bókasafninu, ég sinni fréttaskrifum á vefun og ásamt ritstýringu þar. Ég held utan rafræna skjalakerfið og pappírskjalakerfið. Ég geng frá gögnum fyrir lögmenn og undirbýðu fyrir skil til þjóðskjalasafns og þar á meðal sinni ég einnig gæðastjórnun eða gæðamálum sem var hluti af valáfangar sem ég tók umfram skjalastjórnun í upplýsingafræðinni. Mér fannst þetta nám tengjast grunnnáminu mínu virkilega vel sem sagnfræði og þá sérstaklega skjalastjórnarhlutin. Vinna mín byggist mikið á að segja opinberum aðilum hvernig þeir eiga að fara eftir lögum og reglum hérna á Íslandi varðandi skjalastjórn og í náminu kynntist ég regluverkinu og lagaumgjörðinni mjög vel. Síðan ég hóf störf hérna á safninu þá hef ég fyrsta sem ég gerði var að innleiða sjálfsafgreiðslu fyrir nemendur sem gekk mjög vel. Búin að stækka safnið helming og auka mikið bókakostinn. Ég er líka með bókasafnskennslu fyrir alla árganga og þar sem ég að kenna þeim á safnið. Síðan ég með upplýsingafræðikennslu fyrir eldri nemendur sem mér finnst mjög skemmtilegt og þá ég að kenna þeim hvernig að leita að heimildum á netinu, hvernig að meta þær, hvernig að skrá þær, hvernig að nota skilyrta leit og þó þetta sé allt krakkar sé vanir netinu í dag, þá þetta nýtt fyrir þeim og þeim finnst þetta rosalega áhugavert og ég er mjög gaman að sjá líka þegar þau koma og að vinna í verkefni og þau eru að nýta sér þessa kennslu sem ég hef verið að kenna þeim. Það sem kom kannski skemmtilega óvart var hvað þetta praktískt. Mér fannst þegar ég er búin að vera að starfa við skjalastjórn í svo mörg ár, það nýttist mjög vel bæði í náminu og það í náminu alltaf verið að fást við raunveruleg
dæmi. Það er verið að fást við atvinnulífið, það er verið að fást við það sem er að gerast. Ég bjóst ekki við því að þetta yrði svona fjölbreytt og þetta yrði svona skemmtilegt. Ég var kannski eins og flestir aðrir sem sér upplýsingafræði og bókasafnsfræði og eitthvað sér bara konurnar á bókasafni að raða bókum. Það var svolítið myndin í hugunum. Þetta er bara svo allt annað. Þú lærir að skrá bækur og greinar til dæmis inn í gagnagrunnum til að geta leitað og fundið betri upplýsingar. Þá fórst að vita hvernig þú átt að skrá það inn. Við erum að læra þetta allt saman. Við erum að læra að afla okkur upplýsingar. Við erum besta heimild að leita vel sko. Fyrir mitt leyti þá fannst mér námið ofsalega fjölbreytt og það eru margir þættir sem maður hefur áhuga á. Þetta er ekki bara bókasafnsfræði, þetta er ekki bara skjalastjórn, þetta er svo miklu meira. Og að auki þá finnst mér þetta að vera mjög hagnýtt nám og þeir sem ég þekki sem hafa útskrifast eða eru að fara að útskrifast eiga mjög auðvelt með að fá vinnu. Nú er ég búin að starfa inn á safninu í 1 ár og ég get með sannlega sagt að þetta sé skemmtilegsta starf sem ég fengist við, bara ævina. Þannig að fyrir mig var þetta mikið gæfuspor að fara í MLIS-námið.